Ég heiti Steinunn Þóra Árnadóttir og ég í framboði fyrir Vinstrihreyfinguna Grænt framboð. Ég í öðru sæti í Reykjavíkurkjördæmi norður. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, vegna þess að við teljum að allir eigi að hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag sínu. Hvernig ætlið þið að gera það á kjörtímabilinu? Þetta held ég að verði nú ekki tekið ef við erum raunsæ í alveg einu skrefi og þess vegna þarf að gera þetta brjóta þetta niður í smærri einingar. En okkar forgangsröðun þar alveg klár. Við viljum byrja á börnum og lífeyrisþegum. Það verði byrja sem þar verði gjaldfrelsið fyrst. Að hvaða leyti þið sálfræði og tannlæknaþjónusta þar inni? Við teljum að sálfræði og tannlæknaþjónusta eigi að vera hluti af grunnheilbrigðiskerfinu, þannig að það hlýtur þá eðli málsins samkvæmt að falla undir það að það eigi líka að vera gjaldfrelsi, en það þarf líklega einnig að taka það í skrefum. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin 25.000 krónur á mánuði vegna svonefndrar krónu á móti krónu skerðingar sem kallar sérstök framfærsluuppbót. Þess vegna ber hún 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Nei. Við eigum að hafa almannatryggingakerfið okkar þannig að fólk með skerta starfsgetu það eigi að geta bætt hag sinn með því að taka þátt á vinnumarkaði eins og starfsgetan leyfir og þá það auðvitað að bera eitthvað úr bítum, það að segja að hafa þá meiri peninga til framfærslu. Ætlið þið þá að afnema krónu á móti krónu skerðingu á næsta kjörtímabili? Já, við viljum allavega byrja á því að draga verulega úr henni. Við vorum mjög ósátt við þær breytingar sem gerðar voru núna rétt áður en að þingi var slitið, þar sem öll hækkunin til örorkulífeyrisþega var sett inn í krónu á móti krónu bótaflokkin. Við hefðum viljað fara allt aðra leið þar sem að það hefði komið hækkun á alla bótaflokka, en þessi bótaflokkur ekki styrktur enn frekar og festur svona í sessi eins og þarna var gert, því að við teljum að þarna hafi verið farið í alveg þveröfuga átt við það sem eigi að gera. Hvenær á næsta kjörtímabili mynduð þið hefja vinnu við þetta? Við höfum ekki sett neina dagsetningu á þetta, en í stefnumálum okkar í Vinstri grænum þá setjum við heilbrigðismálin í fyrsta sæti og svo tölum við kjör lífeyrisþega, það sé málaflokkur númer 2, þannig að þetta eitt af því sem við leggjum áherslu á og myndum þess vegna auðvitað vilja fara í sem fyrst, þótt að við höfum ekki neina dagsetningu á því. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúmunu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei, og við þurfum að gera notendastýrða persónulega aðstoð að raunverulegu vali fyrir fólk og festa þessa tegund af þjónustu í sessi með lögum. En jafnvel þó svo að Jón hefði ekki NPA, þá ætti hann engu að síður að fá þjónustu, þá í öðru þjónustuformi, til þess að hann geti komist fram úr rúminu og verið virkur samfélagsþegn. Ætlar þitt framboð þá að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, það í stefnu okkar og við viljum lögfesta NPA. En hvenær á kjörtímabilinu ætlið að gera það? Þetta aftur eitthvað sem við höfum ekki sett dagsetningu á. Ég held að við séum í undirbúningsvinnu komin mjög langt, þannig að þetta snýst í rauninni pólitískan vilja og eins og ég sagði áðan, þá leggjum við mikla áherslu á málefni lífeyrisþega, þannig að þetta hlýtur að vera eitt af því sem þarf að gera snemma. Meirihluti bygginga á Íslandi óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki, enda ekkert eftirlit með því aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þér það í lagi? Nei, og því miður þá allt of mikið af húsnæði sem ekki aðgengilegt og
það er jafnvel enn sorglegra að það er ennþá baráttumál að byggingareglugerð sé höfð í heiðri og gerðar kröfur það að nýbyggingar uppfylli öll skilyrði aðgengi, þannig að það þarf svo sannarlega að taka til hendinni hvað þetta varðar. Nú höfum við talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit og hvenær á kjörtímabilinu þið það þá gert ef vilji væri til? Já, nú hef ég heyrt þetta einmitt frá ykkur í Öryrkjabandalaginu að slökkviliðið telji sig geta sinnt þessu verkefni, þannig að mér finnst einboðið að það verði gengið í það verkefni að stjórnvöld tali við slökkviliðið og útfæri þetta. Þetta hljómar eins og þetta sé frekar einfalt og borðleggjandi, en þetta þarf að fara í alla þessa lögformlegu vinnu í kringum þetta, en mér finnst bara klárt mál að það eigi að gera. Annar stund háskólanám en fær ekki túlkað þjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þér þetta í lagi? Nei, og það er greinilegt að það hvað flokkast undir það að vera í námi er skilgreint allt of þröngt, því að hún á að fá túlkaþjónustu í námi, en það virðist að vera að það nái einungis til þess að mæta í tíma, en það að vera í námi, það innifelur svo miklu meira en það að sitja bara í kursum og auðvitað á túlkaþjónustan að ná yfir allt sviðið sem kemur að því að stunda nám, og hópavinnan er þar svo sannarlega ekki undanskilin, en það er það partur af því að verða góður starfsmaður, það er að geta unnið saman í stærri hóp. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Öllu námi, já, fatlað fólk þarf að hafa aðgang að námi vegna þess að menntun er forsenda þess að geta verið virkur þáttakandi á vinnumarkaði. Rannsóknir hafa sýnt það hvað varðar hreyfihamlað fólk að eftir því sem menntun þeirra er meiri aukast möguleikar þeirra á því að fá vinnu, og það gildir líka ófatlað fólk að eftir því sem menntunin er meiri þá eru atvinnutækifæri meiri, þannig að ég myndi giska á að þetta myndi þá einnig gilda aðra hópa fatlaðs fólks, þannig að já, það er mjög mikilvægt að tryggja fötluðu fólki menntun og aðgang að menntun á öllum stigum. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið að vinna þessu brautargengi? Þetta þarf að vinna jafnt og þétt á öllum skólastigum. Ég hef sérstaklega áhyggjur af því að framhaldsskólastigi það hefur átt við mikla fjárhagslega erfiðleika að glíma, og ég hef áhyggjur af því að þar til dæmis geti kreftað þegar kemur að fötluðum nemendum, þannig að ég tel að leið og við förum að krafti eftir kosningar í það að setja aukinn peninga í menntamálin, þá verðum við alltaf að muna það að fatlað fólk er líka fólk og fatlað fólk er líka nemendur, þannig að allt það sem er gert að það nái til fatlaðs fólks líka. Takk Steinunn. Takk.